Ég sem sagt með hérna 3 blandara, álíka sterkir, talið það sterkasta fyrir heimilismarkaðinn á landinu og ég með hérna sem sagt 2 Blendtec blandara, nákvæmlega eins, bara svartur og hvítur, 1560 watt að 25 forrit og breytilegir hraðar eftir forritum og eftir því hvað á að vinna. Ég er búinn að forrita þá. Ég tók eitt af þessum 25 forritum og setti það inn í og það virkar þannig að það keyrir hratt upp, keyrir síðan niður til þess að blanda betur, draga til sín og síðan endar það á að brjóta með krafti. Þá heyrið að það er sem sagt rólegur snúningur og svo getur maður stillt snúningi hérna bara handvirkt. Einfalt nappaborð til þess að forrita inn og síðan er maður líka ég er með hérna sem sagt púls og þá bara fer hann á góðan snúning. Ég get keyrt hann líka upp hérna, ég leyfi ykkur að heyra þetta bara. Þetta er púlsinn og síðan get ég farið hérna sem sagt og keyrt bara upp. Þetta er fyrsti. Hann fer upp í 29.000 snúningar. Verðmunurinn, þessir eru í kringum 120 til 140.000 krónur, fer eftir stærð á könnun. Kannan, hérna nýja kannan, hún er stærri, á að blanda betur. Ég er svona aðeins búinn að vera að leika mér með þetta og hún greinilega kemur betur út heldur en þessar 2. Að lokum að þá er Vitamix blandarinn, hann er 1200 watt á móti 1560 wattum. Það er ekki forrit, en hann er kröftugur. Og kannan í honum að hún er sem sagt svona breið á ofan og hérna mjókkar niður. Hnífurinn er 4-faldur í henni á móti sem sagt bara 2 blöð á þessum hérna. Það er sem sagt bæði stærri kannan, ber þá meira og blaðið er 4 tommu. Dekkar nær miklu stærri fleti. Hérna hönnunin á blaðinu, þetta er svona nánast eins og flugvélavængur. Það er ekki alveg í sama tilgangi á flugvélavængurinn en með þessu móti er flatarmálið aukið og það er rauninni flatarmálið sem að sem sagt skiptir máli í hversu vel eða hratt blandari blandar fyrir utan líka að hönnunin á þessu er þannig að hann dregur hráefni til sín og slær það síðan niður. Nú krafturinn hann er rosalegur í þessum blöndurum, í öllum blöndurum þessum 3 sem ég er með hérna. Í öllum þessum blöndurum sem sagt, þetta er ekki plast heldur polykarbonat sem að þýðir sem sagt að þetta er það sama og er í glerinu og flugvélunum til dæmis. Þetta er notað í hérna skotheld gler hjá forsetanum. Ég var búinn að vigta hérna 3 appelsínur og hérna mér datt í hug að bjóða þeim bara það sama. Kannski er rétt að nefna það að Vitamixinn hann kemur með svona sem sagt handfang eða staut sem að ef það þarf að fylgja eftir eitthvað þá getur maður gert það án þess að eiga þá hættu að þetta fari í hnífana. Svo byrjum við bara. Stoppum þessa tilraun. Þeir greinilega ná ekki í appelsín. Þá eru appelsínundar allar komnar í. Þær eru jafnþungar, 320 gramma og þá getum við byrjað. Þá held ég að þetta sé þokkalega sanngjörn samkeppni. Ég ætla semst ekki að nota hérna skaftið á Vitamixin og leyfa þeim bara að vinna þetta sjálfum og við vonum að gerist eitthvað sniðugt.
búnir og þetta var fróðlegt og eiga sagt fannst mér. Ég held að það sé engin spurning að þessi var langbestur. Hann það veist að ég setti börkin með. En sem sagt, þetta er niðurstaðan. Bara ágætur jafningur. Þetta er flott. Hérna gerðist ekki eins mikið. Það eru semst 2 bátar sem eru ekki búnir að gera neitt. Þessi hérna og þessi hérna. Restin, hún er svona þokkaleg blanda. Svona þokkaleg blanda. Það er samt greinilegur börkur í þessu ennþá. Og þá er það svo síðasti. Þar er sem sagt 1 bátur algjörlega ósnertur. Annar bátur algjörlega ósnertur. Þriðji báturinn, hann er svona hálfur. Og svo er það djúsi. Þar er það svona svipað og það eru sem sagt ennþá svona börkur greinilegur í þessu. En já, það eru stórar klessurar berki hérna. Þannig að þetta var svona bara tilraun. Þetta er sá sem við erum að mæla með, þetta er græjan sem við erum að flytja inn í dag.